Höldum okkur á Akureyri og kynnum okkur þar alþjóðlegt eldhús. Þetta verður núna í þriðja skipti og þetta tók svo vel í fyrstu og annað skipti að við vorum að hugsa að halda því áfram. Og það verður ekki bara smakk núna frá ýmsum löndum, heldur líka smá prógram og ég held allir bíður spennt eftir þessu. Og hvað taka mörg þjóðlönd þátt í ár? Þetta verður eitthvað rúmlega 20 lönd sem ætla að vera með. Þið hafið sem sagt verið áður í Hofi og í listasafninu og eru núna í Ketilshúsinu. Hvers konar matur verður þarna á boðstólum? Bara allt mögulegt. Brauð, kökur, súpur. Maður þarf bara að koma til að skoða og komast að þessu hvað í boði. Ykkar fyrri viðburðir hafa tekist afar vel. Þýðir það að Íslendingar hafa mikinn áhuga á matarmenningu annarra þjóða? Það sýnist mér. Þeir eru allavega forvitin og langar að vita hvaða hefðbundin mat til í alls konum löndum. Og þetta nú flott tækifæri hérna á Akureyri af því við erum eitthvað 55-6 mismunandi lönd sem búa hérna. Og já, þetta verður örugglega haldið áfram. Og það kannski rétt að minna á það að kostar sem sagt ekkert inn og maður kemur bara þarna og fær smakk. Já, aðgangurinn ókeypis en við verðum með smá box og fólki getur hent eitthvað onni í boxið ef þeir vilja en það bara alveg frjálst. En þetta ókeypis, já. En maður veltir einmitt fyrir sér hvernig þið hafið efni á að standa að svona viðburði. Nú mikið talað hvað matar verður hátt hérna á Íslandi. Fólk bara að gefa vinnu sína og leggja fram þetta hráefni? Sko, við vorum að sækja styrk hjá nokkrum aðilum og höfum fengið svolítið styrk til að fjármagna þetta. Og þetta eru Akureyrarstofur og Sondaklúbbur Akureyrar, Sjónlistamiðstöðin og Norðurorku og líka Akureyrarbær og pening frá þeim öllum duga sem sagt að við getum haldið alþjóðlegt eldhús núna árið 2014. Að lokum skulum við fá örlítið fleiri skynsamleg sparnaðaráð úr eldhúsinu hjá Kristínu Aðalsteinsdóttur á Akureyri. Og nú ætlum við að beina sjónum okkar að frosnu grænmeti og grænmetisréttum. En fyrir framan okkur erum við með mikið af frosnu grænmeti. Hvar þú ræktar eitthvað og kaupir annað, eða hvað? Já, ég rækta gulrætur og ég rækta grænkál og granslauk og fleira. En ég kaupi annars flokks papriku á haustin og kannski oftar og fristi hana. Og mér reiknast að ég kaupi kílóið á einhverju verði sem álíka lágt og ein paprika í búð yfir veturinn. Já. Og ég nota paprikuna í ótal rétti eins og augljóst En til dæmis hægt að gera mjög góða paprikusúpu og það getur hver sem bara flett upp á því á netinu sem byggist upp á því að maður grilli paprikunar og mikið síðan lauk og setji svona eitt og annað saman við og það bara að fletta upp paprikusúpu, þá fær maður uppskriftina. Já. Nú ég kaupi sellerírót af því ég nota hana í margt og fristi. Sellerírót dálítið stór og maður notar hann ekkert það oft að það bara mjög sniðugt að eiga þetta í fristi. Grænkálið rækta ég sjálf og það þolir nú ekki að vera hér mikið lengur. Nei. En það sem sagt bara sker ég niður í búta, í smátt og á alltaf og setja út í allt milli himins og jarðar. Já, hvernig setur það í búst eða þannig? Já, ég gerir það. Já. Og ég á einmitt inn í ískap núna með grænkáli, svona grænan drykk. Og ég set þetta út í náttúrulega alls konar kjötrétti sem eða pottrétti. En salat sem þolir það að vera fryst?
salat. Já, Nei, þetta er grænkál, já, það þolir það. Já, en ekki kannski annað. Nei. En þetta þolir það alveg prýðilega. Já. Svo líka þetta steikið bara pönnu, setja svolítið af ediki og örlítið sinnep og sykur og þá er það kannski orðið besta meðlæti. Já. Þannig að það er mjög margt hægt að gera með því. En það sem ég gerir kannski fyrst og fremst þá eru það þessi gulrótarsúpa sem öllum finnst alveg óskaplega góð. Já. Og þá kaupi ég kannski til viðbótar því sem ég rækta sjálf. Til dæmis í haust þá keypti ég 10 kíló af gulrótum og ég bý til svona þykkni, gulrótaþykkni sem ég seti í svona poka og fer ekkert mjög mikið fyrir þessu. En í þessu gulrótarsúpa fyrir 6. Já, býtu þykkni, hvað gerur? Og ég ætla að segja þér hvað ég gerir. Ég verð svo áköf sko, því mér finnst þetta svo spennandi. Nei, ég mikið lauk og engifer. Á pönnu? Á pönnu, eða í potti. Já. Og síðan er ég búin að hreinsa gulræturnar og skera það niður og mikið þar með. Og síð þetta allt saman, sett 1 tening. Já, grænmetiskraftur. Já. Og salt og pipar. Og vatnið set ég svo í þegar ég þinn þetta, sem sagt. Í pottinu. Og það er alveg ótrúlega þægilegt að eiga þetta í frysti. Já. Og þetta er fyrir 6 manns. Og sumir segja að matur verði verri þegar maður tekur hann frysti. Ég er ósammála því. Þetta er bara alveg hreint eins og þetta er bara mjög ferskt og fínt. Og úr þessu gerur súpu, það er svo hægt að gera allt mögulegt við gulrótarsúpuna, bæti í hana því sem maður vil. Já, nei, hún er bara mjög góð eins og hún er. Engiferbragðið kemur svo vel í gegn og verðstu get ekki gefið þér að smakka, María mín. Það verður seinna. Já, en semst að þetta er bara matur sem er til í frystikistunni og gott að ganga að og sparar ótrúlegan tíma. Þarfst ekki að eiga svolítið stóra kistu eða frysti? Jú, ég á það sko. Já. Og það borgar sig áreiðanlega. En stór hluti útgjalda heimilisins er einmitt rafmagnsreikningar. Áttu einhver góð ráð handa okkur í því? Ég veit það ekki. Ef við erum með uppþvottavél þá er óþarfi að þvo á 2 tíma prógrammi. Það er alveg nú að þvo á 30 mínútna. Ég er marg búin að sjá það. Þurrkaran nota ég lítið, eiginlega ekki neitt. Og svo bara held ég að skipti máli að vera ekki alltaf með ljós út um allt og hugsa út í rafmagnsnotkunina.